Hjalti Þór Vilhjálmsson, þjálfari Þórs. Áðan að ég kem að aðalmáli dagsins sem verkefni morgundagsins, þá ætla ég að spyrja það út í verkefni dagsins. Þið voru að enda hérna drengjaflokkur að vinna í Keflavík nokkuð örugglega. Og það eru strákar sem að þú hefur notið meistaraflokki. Þetta eru efnilegi guttar. Já, það eru 4 þaðan sem eru í hópi okkur í meistaraflokki og 2 af þeim hafa verið að fá 12 mínútum og já, ég meina þetta eru þrælefnilegir strákar og ef þeir halda rétt á spöðunum þá verða það bara þrælgóðir. Er nokkur ástæða til að ætla að þeir geri það? Nei, hvernig þetta er í dag þá, þú veist, þegar maður engar áhyggjur öðru en þú veist, maður veit aldrei. Hjalti, háskólasnúkur að þessa verkefni morgundagsins sem eru stóru strákarnir í úrvalsdeildarliðinu okkar. Þið eruð að taka á móti ÍR. Þeir fengu nú brotlendingu í síðasta leik gegn nýliðum Vals, töpuðu þar óvænt. Hvernig leggst sá leikur í ykkur? Já, ég meina ÍR-garnir hafa alltaf verið að spila þrælvel og menn vilja sumir segja að þeir hafa verið að spila yfirgetu en þú veist, það er einhver ástæða fyrir því að liðið vinnur 5 leiki og af fyrstu 7 tapa á móti Val í Seljaskóla í seinasta leik en hafa ekki tapað þar í, ég veit ekki hvað mörga leiki en Valsararnir reyndar hafa verið að gera mjög vel og hafa verið í jöfnum leikjum og vunnu náttúrulega núna Stjörnuna og síðan ÍR og þeir eru greinilega með hörkulið en ég meina með ÍR-ingarna, ég meina við vitum alveg að þeir eru með flotta einstaklinga og flott lið og við þurfum bara að taka almennilega. Það er náttúrulega þetta eins og þú segir, fyrir það að vera búin að vinna 5 leiki, það gerist ekki bara einhverju tilvíðinu, það er bara þess að það býr eitthvað í liðinu. Já, algjörlega, ég meina bæði leikmenn og þjálfari hafa verið að gera vel og það, ég meina, sýnir sig að, þú veist, þegar menn eru samstiltir og hafa, þú veist, einhverja gæja sem eru, þú veist, tilbúin að taka á því og leggja á sig fyrir liðið að þá gerast góðu hlutir og ég meina, það gerist bara hjá ÍR eins og hjá öðrum liðum sem að taka á því og þú veist, hafa gleði og gaman. Svo á morgun þá þurfa strákarnir kannski að hafa hugfast máltæki að láta kné fylgja kviði, að gera ekki eins og í síðasta leik að þeir eru konum við góða fórustu að fara að slaka á og að reyna að verja eitthvað eins og þú sagðir einhverju viðtali, heldur láta kné fylgja kviði? Já, ég meina við reddum það í gær og ég meina nú vitum við bara, við þurfum bara að halda áfram, við þurfum bara að vera sterkir í kollinum og hlaupa okkur sókn og halda vörninni þéttari og gera þetta svolítið sama. Við vorum bæði að gleyma okkur varnarlega og sóknarlega vorum við svolítið bara svona, já, raunin bara út allt þannig, ætlum við að redda þessu okkar neginn en hörfum samt tilbaka. Þannig að, þú veist, nú vitum við bara, við þurfum að gera öðruvísi hluti heldur en við gerðum á Stjörnunni. Það sem var best í Stjörnuleiknum, færa það í leikjana morgun gegn ÍR og laga það sem fór úr skónum? Já, algjörlega, ég meina við spilum bara mjög vel í 3 leikluta móti Stjörnunni og ég meina Stjarnan með fínt lið og í Garðabænum og nú vorum við að koma heim á völl á móti ÍR og ég meina við látum bara allt flakka og ég meina við ætlum að bæta ofan á það sem við gerðum móti Stjörnunni og gera bara ennþá betur. Allir klárir? Já, svo í bestu vit. Gangi ykkur vel. Takk hérlega. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.